Almenn brot, tugabrot og prósent eru í raun sami hluturinn, þar að segja það er hægt að skrifa sömu töluna sem almennt brot, sem tugabrot og sem prósent. En það lítur vissulega öðruvísi út. Við skulum skoða dæmi. Við getum tekið brotið til dæmis 1/50. Ef við ætlum að skrifa það sem tugabrot, þá er auðveldast, það er hægt að slá þetta bara inn í vasareikni og láta vasareikni gera þetta fyrir sig. En það er líka, ef við lengjum þetta með 20, þá fáum við út 20 hundruðustu og þá sjáum við að þetta hlýtur að vera tugabroti 0,2. En við sjáum líka, af því að prósent er alltaf af hundraði, það er það sem orðið prósent þýðir. Þannig að hvað erum við með marga hundraðshluta? Þannig að fyrst við erum með 20 hundruðustu, þá erum við með 20%. Nú ef ég veit tugabroti 0,15, þá veit ég að þetta eru almenna brotið 15 hundruðustu. Þá fer ég bara í, hvað er ég með marga stafi fyrir aftan kom, ég er með 2, þá er 2, 1 og svo 2 0 hérna fyrir neðan. Þetta er 100 hluta sæti, þá kemur 100 hér. Þetta þarf ég alltaf að athuga hvort ég get stytt. Og þetta get ég stytt með 5. Og fæ ég 3 20. Þannig hérna er ég komið full stytt almennt brot. En fyrst þetta voru 15 hundruðustu, þá er þetta líka 15%. Og í raun, þegar ég breyti tugabroti í prósent, þá ger ég sinnum 100. En ef ég breyti prósent í tugabrot, þá deili ég með 100. Og samhátt, ef ég veit prósentutölu, við skulum segja bara 25%, þá veit ég að þetta eru 25 hundruðustu. Ég get aftur stytt með 5, fæ út, ég ætla að stytta bara með 25 strax, þá fæ ég 1/4. Og þetta, fyrst þetta eru 25 hundruðustu, þá er þetta 0,25. Þannig það er alltaf hægt að breyta almennu brot í prósent, prósent í tugabrot, í raun hvaða átt sem er hérna. Þetta er bara spurning um að vita hvernig maður gerir það.